merkilegt ef ég ekki frekar, þá vil ég hefja formlega dagskrá með því að bjóða hæstvirtan dómsmálaráðherra okkar, Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, hingað upp til að opna fundinn með því að segja frá forgangsmálum ríkisstjórnarinnar varðandi viðbúnað, tækniframfara, alþjóðlegt samstarf og ekki síður hernaðarlegt mikilvægi norðurslóða. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir. Þetta var nú býsna stór hattur á forgangsmálunum sem þú taldir upp, en ég mun gera mitt allra besta. Mér langar til að byrja á að nefna hvað ég ánægð með þetta sameiginlega framtak Varberg og svo hlýfi ykkur við því að telja upp alla hinna samstarfsaðilina en við halda fund sem þennan og hér á Akureyri. Það skiptir máli. Þannig að það mér mikil ánægja að vera hérna með ykkur í dag. Umræðuefnið, ég held að þurfi ekki að útskýra það fyrir því fólki sem að hér situr að það gríðarlega mikilvægt og það gríðarlega mikilvægt akkurat núna. Norðurslóðir þær að breytast hraðar en áður og nýtt öryggisumhverfi sannarlega að skapa nýjar áskoranir. Við erum að tala um ábyrgð og eftirlit, við erum að tala um leit og björgun og þessi verkefni eru ekki lengur afmarkað viðfangsefni, heldur algjör lykilþáttur í öryggi og viðbúnaði Íslands. Því þetta átta við ríki á þessu svæði en ekki síst við Ísland sem ber ábyrgð á víðfeðmu leitar- og björgunarsvæði á Norður-Atlantshafinu. Landhelgisgæsla Íslands, það leiðir af sjálfu sér, gegnir þar algjöru lykilhlutverki. Bæði við löggæslu og eftirlit á hafinu. Íslenska þjóðin held ég að beri síðan fyrst og fremst taugar til landhelgisgæslunnar sem skorar ævinlega og alltaf hæst allra íslenska stofnana þegar spurt traust og vinsældir. Íslenska þjóðin ber taugar til landhelgisgæslunnar vegna alls þess sem hún hefur gert fyrir okkur í tengslum við leit og björgun. En hlutverki hvað varðar löggæslu og eftirlit jafn mikilvægt. Við tölum löggæslu, við tölum eftirlit, leit og björgun, stuðning við almannavarnir og svo veigamikið hlutverk hvað varðar sjúkraflug. Og landhelgisgæslan lykil þáttur í því að byggð haldist í landinu þegar að tala um aðgengi íslensk almennings og almennings á Íslandi að heilbrigðisþjónustu. Reynsla og þekking landhelgisgæslunnar hornsteinn í okkar getu til að bregðast við á norðurslóðum. Landhelgisgæslan og hennar mikilvæga hlutverk við leit og björgun stór hluti af því sem mikilvægt verkefni á Íslandi í dag og allan heim. Og þar ég að tala viðfangsefni sem kemur upp á ráðherrafundum Norðurlandanna, Evrópuríkja, þegar ráðherrar almannavarna hittast og þetta nú sumstaðar sérstakt ráðuneyti, viðfangsefni að efla áfallaþol. Þol Íslands fyrir áföllum. Það viðfangsefni að geta tekist á við áföll, brugðist við þeim og haldið síðan áfram. Seiglu samfélagsins kannski á hreinni íslensku. Þannig það nauðsynlegt í öllu samhengi hlutana að við séum að ræða öryggismál Íslands í dag og með öðrum hætti en við höfum geta sloppið við að gera á liðnum árum. Við þurfum að opna augun, við þurfum að meðtaka það sem við sjáum að að gerast og við þurfum að bregðast við breyttum veruleika blákalt. Við getum ekki lengur bara talað út frá því sem við viljum að staðan sé. Umræðan hér í dag snýst raunverulegar áskoranir, hún snýst aukna umferð á hafi og lofti, hún snýst nýjar tegundir öryggisógna og atvika og breytt heimsmynd sem getur haft áhrif á samstarf og viðbrögð. Við sjáum, og þetta mjög skýrt í allri vinnu í dómsmálaráðuneytinu, aukna hættu af svokölluðum fjölþáttaógnum. Fyrir mig sem mjög með hugann við skipulagða glæpastarfsemi, þá sláandi þar að landamæri glæpa, hópa og óvinveittra ríkja horfin. Og þetta þurfum við líka að meðtaka. Borgarlegir innviðir í þessu hlutverki, þessari stöðu sem í dag gegna auðvitað lykilhlutverki. Þeir hryggjarstykkið í almannavörnum, öryggi landsins og áfallaþoli. Einfaldlega fyrsta lína varnar. Nýverið fóru bandarískir her og strandgæslumenn borð í olíuflutningaskip
200 kílómetra fyrir suðaustan Ísland og Landhelgisgæslan hafi fylgst með ferðum skipsins. Þess vegna snýst þetta viðbúnað og þetta snýst getu til að bregðast hratt við þegar á reynir og þetta snýst að byggja upp kerfi sem standast álag. Borgarlegu innviðir eru innviðir sem þjóðin treystir og þekkir og við munum treysta á við áföll. Það eru þeir sem bregðast fyrst við þegar á reynir. Þetta Landhelgisgæsla, þetta löggæslan í landinu, þetta ríkislögreglustjóri, almannavarnir, þetta stóraukið hlutverk Sertis, þetta eru björgunarsveitirnar okkar, þetta og heilbrigðiskerfið. Þannig við eigum að halda áfram að efla þessa innviði markvisst því þeir eru grunnir að öryggi og áfallaþoli samfélagsins. Engin þjóð ræður við þessar áskoranir ein og sér. Það blasir við og það á að vitaskuld við Ísland. Leit og björgun á norðurslóðum byggir í eðli sínu alltaf á alþjóðlegu samstarfi, á trausti, á samhæfingu og vilja til aðstoðar. Evrópa núna að bregðast í nýjum heimi og efla öryggi sinna þjóða og það rétt og það tímabær áhersla og Ísland á og Ísland mun taka þátt í þessu verkefni. Í þessu sambandi langar mig að nefna nýlegt dæmi sem jákvætt fyrir Ísland varðandi leit og björgun. Nýverið gerðist Ísland aðili að 2 stórum áætlunum Evrópusambandsins varðandi örugg fjarskipti gervihnatta. Það leiðir til þess að Ísland hefur núna formlegan aðgang að 2 gervihnattakerfum Evrópusambandsins sem ætlað að styrkja fjarskiptaöryggi, til dæmis almannavarna og Landhelgisgæslunnar. Hér fáum við aðgang að öruggum samskiptaleiðum og þetta eykur getu og varnir Íslands til leitar og björgunar og tryggir varaleiðir. Íslendingar hafa gætt að hagsmunum sínum og fullveldi á hafsvæðinu umhverfis landið með fullum þunga og með eftirtektarverðum árangri í gegnum tíðina. Þar hefur Landhelgisgæslan gegnt lykilhlutverki. Landhelgisgæslan 100 ára í ár. Stofnuð árið 1926 þegar að ríkissjóður eignaðist varðskipin Þór og Óðinn. Og við ætlum að fagna því afmæli í Vestmannaeyjum 1. júlí næstkomandi en ég svo veisluglöð að ég vil að þjóðin fagni afmæli Landhelgisgæslunnar allt þetta ár. Og við rifjum upp, einmitt á þessum tímum sem við lifum í dag, hvers vegna Landhelgisgæslan stendur hjarta okkar nærri og hvers vegna hún svona mikilvæg og hvers vegna það full ástæða til að halda áfram að efla hana nú á þessum tímum. Ísland gegnir mikilvægu hlutverki sem snýr að eftirliti, sem snýr að leit og björgun á norðurslóðum og við tökum þessu hlutverki okkar alvarlega. Þetta hlutverk byggir meðal annars á alþjóðlegum samningum og samvinnu við okkar helstu samstarfsríki og við vitum að aðrar þjóðir treysta á þekkingu Íslands hér og reynslu á þessu víðáttu mikla og krefjandi hafsvæði. Að undanförnu hafa verið stigin ákveðin og mikilvæg skref til þess að auka getu Landhelgisgæslunnar til þess að sýna þessu brýna hlutverki. Og ég vil leyfa mér að nefna hér að ríkisstjórnin lagði strax á sínum fyrstu dögum eða fyrsta ári getum við sagt Landhelgisgæslunni með varanlegum hætti til 1,3 milljarða króna aukalega í fjárveitingar. Þetta var gert með síðustu fjármálaáætlun, þetta varanleg aukning sem raungerðist í síðustu fjárlögum. Það munar þessar fjárhæðir og hún speglar pólitískan vilja. Ég vil líka nefna að raun eftirlit með eftirlitsflugvélinni TF-SIF hefur verið stóraukið hér við land að undanförnu en flugvélinni hefur aldrei verið flogið meira yfir Íslandsmiðum en í fyrra frá því að vélin kom til landsins 2009. Þá hefur orðið vart við aukningu í sendingu falskra staðsetningamerkja skipa innan íslenska leitar- og björgunarsvæðisins, það sem oft kallað spoofing mér sagt. En meðal annars vegna þessa mikilvægt að auka eftirlit enn frekar. Við höfum líka fjárfest í aðgerðabátum sem hægt að sjósitja hvar sem á landinu og þessir bátar geta aukið getu gæslunnar til að bregðast hratt við atvikum sem upp kunna að koma nálægt landi. Bátarnir keyptir með styrk úr landamærasjóði Evrópusambandsins, líkt og 4 landratsjár sem staðsettar verða í hverjum landsfjórðungi og gert ráð fyrir að teknar verði í notkun síðar á þessu ári. Þær munu nýtast við landamæraeftirlit auk þess sem þær munu gagnast við eftirlit með fjarskiptaköplum og við almenna löggæslu á hafinu.
Jafnframt hefur viðhaldsgeta flugdeildargæslunnar verið bætt sem ætlað er að auka viðbragðsgetu þyrlusveitarinnar á hafsvæðinu umhverfis Ísland. En ég vil líka hér nefna framtak Slysavarnafélagsins Landsbjargar en þau hafa unnið þrekvirki við endurnýjun björgunarskipaflota félagsins vítt og breitt landið sem hefur aukið öryggi sjófarenda til muna. Samstarf Gæslunnar og Landsbjargar hefur alla tíð verið bæði farsælt og öruggt og það net öryggistækja sem finna má umhverfis landið sjómönnum þessa lands lífsnauðsynlegt. Framlag Landsbjargar til öryggis sjófarenda þannig okkur öllum ómetanlegt. Ég hérna búin að nefna nokkur nýleg dæmi aðgerðir stjórnvalda til að efla getu Íslands til leitar og bjargar á norðurslóðum en ég vil líka nefna hér sérstaklega atriði sem varðar fjarskiptaöryggi. Aðgengi að öruggu fjarskiptakerfi auðvitað forsenda fyrir því, algjör forsenda fyrir því að almannavarnir og leit og björgun geti sinnt hlutverki sínu. Við vitum að tetrakerfið, svo ég orði það nú snyrtilega, að úreldast og að þörfin fyrir nýtt kerfi mikil og þeirri ástæðu hef ég ákveðið að setja saman starfshóp málið sem á að kortleggja næstu kynslóð fjarskiptakerfis fyrir öryggis- og neyðarþjónustu þjóðarinnar. Í hópnum munu sitja fulltrúar frá innviðaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu, neyðarlínu, Faræs, ríkislögreglustjóra og utanríkisráðuneytis. Þessi hópur mun síðan hafa samráð við sérfræðinga og hagaðila og þetta mjög brýnt verkefni og nauðsynlegt til að móta skýra sýn til framtíðar. Að lokum þetta, nýlega samþykkti Alþingi stefnu í öryggis- og varnarmálum og ég mjög ánægð með það nefndarálit sem að utanríkismálanefnd skilaði í því máli og ég fagna því sérstaklega að allir flokkar á Alþingi Íslendinga samþykktu þessa stefnu og stóðu saman að henni. Það skiptir máli á tímum sem þessum að þingið sé sameinað það hver sýnin Ísland hefur alla tíð haldið fast í þau grundvallagildi sem einkenna framsækið og frjálslynt samfélag. Með þessum gildum okkar hefur Íslandi tekist að búa til verðmæti og velferð fyrir Íslandinga. Hvoru tveggja, verðmæti og velferð. Þessi gildi eru ekki sjálfgefin, þeim þarf að viðhalda og minna sífellt á mikilvægi þeirra. Ég sem ráðherra almannavarna mun síðan vera óþreytandi því að tala þriðju stoðina sem öryggið. Það nauðsynlegt núna að vera framsýn, það nauðsynlegt að horfa á heiminn eins og hann en ekki bara eins og við viljum að sé. Og við verðum, það ábyrgð hluti að tala fyrir því núna, við verðum að styrkja öryggi okkar og varnir, efla okkar innviði og auka alþjóðlegt samstarf og þannig getum við haldið áfram að verja íslensku gildin okkar verðmæti, velferð og öryggi og friðsælt samfélag sem við búum á hér á landi. Takk kærlega fyrir þennan fund. Ég get því miður ekki notið hann alls því ég þarf að þjóta á annan.